Margvíslegasta og fjölbreyttasta hverfið í Reykjavík eru Þingholtin. Einkenni þeirra eru þröngar og óreglulegar götur og gerð húsanna lítur ekki föstu og ákveðnu lögmáli eins og í hinum skipulegu hverfum. Þarna ægir saman hinum margvíslegustu húsum, glæsilegum timburhúsum og hálfgerðum kofum, steinbæjum og nýtísku stórhýsum og allt þar á milli. Víða standa húsin í tvöföldum röðum þannig að heil veröld leynist á bakvið. Við erum stödd á baklóð í Skólastræti 3 og virðum fyrir okkur listaverk eftir útlendan mann sem dvaldi hér fyrir mörgum árum. Fyrir 200 árum stóð á þessum stað lítið timburhús sem þjónaði þeim tilgangi að vera þinghús Seltjarnarneshrepps. Af því húsi draga öll Þingholtin nafn. Hér á þessari teikningu sem á að sýna Reykjavík árið 1786 má einmitt sjá þetta þinghús skammt fyrir ofan og austan tukthúsið sem nú hýsir Stjórnarráð Íslands. Rétt fyrir ofan þinghúsið stóð lítill torfbær sem kallaður var Þingholt, en lítið eitt sunnar eru 2 hjáleigur frá Reykjavík, Stuðlakot nær en Skálholtskot fjær. Annað er ekki að sjá í þessu holti. Það var einmitt hérna sem torfbærinn Þingholt stóð, en á 19. öld risu hér fleiri torfbæir eins og sést á þessari mynd eftir Jón Helgason biskup. Öll þessi torfbæjarþyrping sem stóð á lóðunum þar sem nú er Þingholtsstræti 1-7 var kölluð einu nafni Þingholt og eftir því sem byggðin jókst í nágrenninu var allt hverfið kallað Þingholt en mörk þess voru þó fremur óljós. Timburhúsin tóku svo við af torfbæjunum. Eitt af þessum húsum stendur enn, það er Skólastræti 5. Torfbæirnir hétu hver sínu nafni, svo sem Norðurbær, Loftsbær, Miðbær, Ernýjarbær, Sigvaldabær og Suðurbær. Myllan, sem áður stóð nálægt horni Þingholtsstrætis og Bankastrætis, gnæfir yfir. Svona litu þessir torfbæir sem nú eru algjörlega hornir úr bæjarlandi Reykjavíkur út í raun og veru. Þetta er ofanleiti við Ingólfsstræti og hér er myllan í öllu sínu veldi. Timburhúsið hér við endan á torfbæjunum er Þingholtsstræti 9, hús sem reist var árið 1846 og er fyrsta timburhúsið við götuna. Það er nú komið á Árbæjarsafn. Þetta er Þingholtsstræti 9. Dæmigert reykvíst timburhús eins og þau gerðust á fyrri hluta 19. aldar. Við skulum ganga aðeins inn fyrir og fá nokkra hugmynd það hvernig fólk bjó á þeim tíma. Niðri voru 3 lítil herbergi og dálítið eldhús með hlóðum og síðar kolaeldavél baka til. Skorsteinninn tók því ansi mikið pláss. Upp með honum liggur brattur stigi upp á loftið en þar voru 2 pínulítil herbergi eða kames, hvort í sínum enda með litlum glugga á gafli. Uppi svaf fólkið undir brattri súð, rétt eins og í baðstofu til sveita. Við erum nú á þeim stað þar sem húsið stóð áður. Hérna er eins og sjá má pínulítill og yndislegur trjágarður með bekk þar sem gott er að hvíla lúin bein undir laufkrónum gamalla reynitrjáa. Sjáðu til dæmis grjóthleðsluna hérna. Hún minnir á Reykjavík fyrri tíma þegar hlaðnir grjótveggir voru hverja lóð.
Og kannski þessi grjótveggur allt frá tímum Þingholtabæjanna gömlu sem hurfu fyrir meira en 100 árum. Og þegar nánar aðgáð við þetta stóra timburhús hérna fyrir ofan sem tilheyrir Ingólfsstræti má sjá annað merkilegt sem eru leifar af löngu horfnum tíma. Hér fyrir innan þessar dyr voru til skamms tíma gamlir útikamrar sem áður voru við hvert hús í bænum. Eins og áður sagði víða skrítin bakhúsaveröld í Þingholtunum. Takið eftir háa húsinu bak við Þingholtsstræti 7. Fáir taka eftir því en húsið vekur eftirtekt fyrir það hversu mjótt það en geysilega hátt, í raun og veru fullar 3 hæðir. Reyndar lögun þess svo einkennileg að gárungarnir kölluðu það orgelið vegna lögunar sinnar. Þar sem áður stóðu Suðurbærin síðst í Þingholtsbæjarþyrpingunni stendur nú þetta fallega timburhús sem reist var árið 1880 af Brynjólfi Oddssyni bókbindara sem kallaður var bæjarskáld Reykjavíkur á 19. öld. Hér bakvið eins og víða í gamla bænum í Reykjavík, hljóðlát og svolítið sérkennileg veröld með sinni eigin stemningu sem ólík stemningunni úti á sjálfri götunni. Bakhúsalóðir höfuðstaðarins eru stundum eins og minning frá einhverju sem var, kannski fyrir 60, 70 eða 80 árum síðan. Beint á móti sögufrægt hús. Þetta Gutenberg, reist árið 1905 sem prentsmiðjuhús. Svona leit það út í upphafi og prentararnir hafa stillt sér upp á svölunum til myndatöku. Prentsmiðjan Gutenberg að vísu ekki lengur í þessu húsi. En stofnun hennar hér árið 1905 markaði viss þáttaskil í prentsögu Íslendinga og reyndar verkalýðssöguna líka. Prentarar í Reykjavík lentu í mikilli kjaradeilu árið 1904 og gripu þó einfaldlega til þess ráðs að stofna sína eigin prentsmiðju og ráða þannig kjörum sínum sjálfir. Mörgum þótti hins vegar einkennilegt að bláfátækir prentarar gætu ráðist í að reisa slíkt stórhýsi á þeirra tíma mælikvarða með fullkomnum prentvélum sem gengu fyrir gufuafli. Margir höfðu ráðherra Íslands grunaðan að standa á bakvið fyrirtækið til þess að grafa undan stjórnarandstæðingnum Birni í Ísafold sem átti fyrir stærstu prentsmiðju landsins, Ísafoldarprentsmiðju. En hvað það? Hér var ekkert til sparað. Sænskur prentari að nafni Emanuel Cortes var fenginn til að annast mynd- og litprentun og prentgripir frá Gutenberg voru eins og þeir gerðust bestir erlendis. Sjáuð til dæmis þetta fallega prógram þjóðminningarhátíð í Reykjavík 1905. Þetta var prentað í Gutenberg rétt eftir að prentsmiðjan var stofnuð. Svona fallegir prentgripir höfðu þá ekki sést á Íslandi, já, kannski síðan Guðbrandsbiblía var prentuð. Í litla húsinu í Þingholtsstræti 9 ólst upp lítill drengur sem átti eftir að setja meiri svip á Þingholtsstræti en nokkur annar maður. Hann hét Helgi Helgason og var snikkari eins og faðir hans en var margt annað til lista lagt. Hann hafði mikinn áhuga á tónlist, stofnaði fyrstu lúrasveitina og raunar fyrstu hljómsveitina á landinu og samdi mikið af lögum sjálfur. Frægast þeirra vafalaust Öxar við ána. Helgi Helgason bjó lengst af ævi sinni í Þingholtsstræti og reisti mörg af þeim timburhúsum sem enn standa í götunni. Hann kom með nýjan stíl í timburhúsabyggingar í Reykjavík. Svona voru flest timburhúsin fyrir hans daga. Borðaklædd stokkahús eða grindahús með bröttu kvistalausu risi. Smáir 6 rúðugluggar voru jafnan á þessum húsum og dyr á miðri framhlið.
Helgi Helgason snikkari í Hringholtsstræti hóf að reisa hús í Reykjavík í nýklassískum stíl. Þetta voru oftast tvílyft hús með lágu þaki og miðjukvisti á framhlið. Sjáðu til dæmis Amtmannshúsið hérna sem dæmigert fyrir Helga en nú horfið. Við skulum líta á eitt hús eftir Helga sem nýlega hefur verið gert upp. Það gamla sjálfstæðishúsið eða Sigtún við Austurvöll sem upphaflega var kvennaskólinn í Reykjavík. Hér allt á sínum stað, miðjukvisturinn, hálfsúlur, súlnahöfuð, klassískir bjórar yfir gluggum, útsagaðar vindskeiðar og fleira skraut. Helgi snikkari bjó sjálfur í Þingólfsstræti 11 sem á undanförnum árum hefur verið gert upp í upprunalegum stíl þó að enn vanti flatsúlur eða hálfsúlur við dyrnar og upp í kvistina eins og áður voru á húsinu. Húsið hérna beint á móti númer 12 sem líka eftir Helga hefur hins vegar fengið að halda sér nokkurn veginn í upprunalegu horfi þó að nú sé bárjárnsklæðning á því í stað hinnar upphaflegu timburklæðningar. Meira að segja garðhliðið lítur út eins og það var upphaflega. Gríðarlegur fjöldi fólks hefur að sjálfsögðu búið í þessum tveimur húsum og margir merkilegi menn. Við skulum fá að líta aðeins inn í Þingólfsstræti 11 en það nú í eigu Guðmundar Árnasonar tannlæknis og hann á heiðurinn af því að hafa gert það upp í áfengum og undanförnum árum. Við nú komin inn í Þingholtsstræti 11 og upp á aðra hæð. Hér stóð fyrsta heimili Hannesar Hafsteins, skálds og síðar ráðherra og Ragnheiðar konu hans. Það var á árunum 1890 til 1893 en Hannes var þá ungur landshöfðingjaritari í Reykjavík. Til bréf frá 2. febrúar 1890 frá Hannesi til Tryggva móðurbróður hans sem þá var búsettur í Kaupmannahöfn. Hannes sendir frænda sínum 960 krónur til að kaupa húsgögn inn í hið nýja heimili hans hér í þessum húsakynnum. Meðal þess sem Tryggvi keypti fyrir hinn unga frænda sinn voru kringlótt salonborð úr netutré, plusstólar, konsúlaspeglar, brusselerteppi, buffet, servantar og toilettmöbel eins og Hannes segir í bréfi sínu. Þingólfsstræti þótti frá upphafi fremur fín gata og við hana bjuggu margir mennta- og embættismenn. Líklega hefur nálægð menntaskólans haft þar sína þýðingu. Sjáu til dæmis þessi íðilfögru hús á númer 14 og 16 en þau munu bæði smíðuð af Helga Helgasyni. Þetta fallega hús byggði engin annar en Benedikt Gröndal skáld árið 1881 en hann var einmitt kennari við lærðaskólan. En það varð honum ekki til mikillar gæfu því að hér dó kona hans það sama ár og Benedikt byrjaði að drekka ótæpilega sem var til þess að hann misti stöðu sína sem skólakennari við lærðaskólan árið 1883 og komst í miklar skuldir. Hann var því að selja húsið. Frægastur íbúi þess hús eftir Benedikt Gröndal var Bjarni Sæmundsson fiskifræðingur sem bjó hér frá 1904 til dauðadags 1940. Þá þetta hús ekki síður fallegt og garðurinn í kringum það. Hér bjó Bjarni frá Vogi sem vindlarnir eru kenndir við en hann var þá kennari við lærðaskólan. Síðar bjó hér Guðrún Björnsdóttir prestsekkja, ein af konunum 4 sem fyrst voru kosnar í bæjarstjórn 1908. Hún var kvenréttindakona og mikil fyrir sér. Það dálítið skemmtilegt að við hliðina á henni í timburhúsi sem nú horfið og stóð þar sem þessi nútímalega byggingu stendur bjó mest alla sína tíð kvenréttindakonan Bríet Bjarnhéðinsdóttir. Í því húsi sem því miður horfið var kvenréttindafélagið stofnað 1907. Þar var Kvennablaðið gefið út. Þó að Þingholtsstræti sé bæði merkileg og heilleg gata frá fyrri tíð, mun þó aðeins eitt hús við hana vera friðað.
Það þetta lágreista gula hús sem ber öll einkenni hinna dönsk ættuðu húsa sem settu mestan svip á Reykjavík í upphafi. Þar átti heima langan aldur Þorsteinn Guðmundsson, yfir fiskmatsmaður, hóvær maður og lítt ábyrrandi, en þó merkilegri en flesta grunar. Hann átti heiðurinn að því upp úr aldamótum 1900 að koma verkun á íslenskum saltfiski í svo gott horf að hann varð eftirsóttari en annar saltfiskur á suðlægum mörkuðum. Sagt var að ekki þyrfti annað en að Þorsteinn legði blessun sína á fiskinn, þá keyptu Spánverjar hann óséðan sem fyrsta flokks vöru. Þorsteinn færði því þjóðarbúinu kannski meiri peninga en nokkur annar maður sína daga. Áður við yfirgefum þetta hús má geta þess til gamans að árið 1934 var heimilisfastur í því maður að nafni Aðalsteinn Kristmundsson. Hann betur þekktur undir nafninu Steinn Steinar. Við erum nú komin að Þingholtsstræti 17. Það keypti árið 1905 merkur maður, Þorsteinn Gíslason, ritstjóri og skáld. Hér eins og við séum komin í annan heim uppi á þessari verönd sem stendur hátt fyrir ofan götuna. Þorsteinn Gíslason rak frá þessu húsi umfangsmikla blaða og bókaútgáfur. Héðan voru meðal annars gefin út blöðin Óðinn og Lögrétta og prentuð í Gutenberg sem við sáum áðan. Hér á heimili Þorsteins komu líka saman stjórnmálamenn og listamenn, oft daglega, til að ræða máli. Synir Þorsteins voru meðal annara Vilhjálmur Þ. Gíslason útvarpsstjóri og Gylfi Þ. Gíslason ráðherra. Hér var æskuheimili þeirra. Á fyrri hluta aldarinnar, fyrir daga stórmarkaða, voru verslanir í nánast öðru hvoru húsi í Reykjavík. Þetta sést glögglega á húsaröðinni hér. Enn má sjá búðarglugga í skúrbyggingum og kjöllurum þó að verslanirnar sjálfar séu löngu horfnar. Nú erum við komin að Spítalastíg en hann kenndur við þetta myndarlega timburhús hérna á horninu. Þetta einmitt eitt af þeim húsum sem Helgi Helgason snikkari og tónskáld höfundur að, enda leyna stíleinkennin sér ekki. Eitt sérkennilegt en þó ekki einstakt við þetta hús. Tvær hliðar þess eru klæddar bárujárni en tvær eru viðarklæddar. Þetta var stundum gert. Bárujárnið á þeim hliðum, suðurhlið og austurhlið, sem eru mest áveðurs fyrir rigningaráttum. Þetta mikla timburhús sem flestir Reykvíkingar þekkja undir nafninu Farsóttahús var reist af einkaaðilum árið 1884 til þess að verða fyrsta sjúkrahús Reykjavíkur og var raunar eina sjúkrahús bæjarins allt til 1902 að Landakotsspítali tók til starfa. Þar fór einnig fram kennsla læknanema. Eftir það var húsið tekið undir Farsóttahús og þar réði lengi ríkjum sú fræga María Mokk hjúkrunarkona sem fósmerkuljóð Sigurðar Þórarinssonar talið orti. Meðan sjúkrahús Reykjavíkur var rekið á þessum stað, var þar auðvitað að vera líkhús eins og tilheyrir hverju sjúkrahúsi. Það stóð hérna á þessum grunni, allt þar til fyrir nokkrum árum, að það var rifið að nauðsynjalausu. Annar mjög kunnur slagari og mun eldri einnig tengdur þessu húsi. Hérna í líkhúsinu fór sem sagt fram krufning líka og það var einmitt hér sem sá frægi Þórður Malakoff var krufinn árið 1899. Aldamóti 1900 var Reykjavík ekki jafnvel upplýst eins og hún núna. Einu götuljósin voru fáeinar olíulampatýrur á einstaka stað. Hér gat því orðið ærið skuggsýnt og vegna líkhúsins þótti reimt í brekkunni. Krakkar í hverfinu tók á sig langan sveig til þess að þurfa ekki að fara hana eftir að skyggja tók. Við erum nú komin í aðeins yngri hluta Þingholtsstrætis. Þau íðilfögru timburhús sem hér eru allt kring eru reist aldamótin 1900
eða á fyrstu árum 20. aldar og bera merki svokallaðs Schweitzer-stíls sem barst hingað frá Noregi. Schweitzer-hús voru afsprengi vélvæðingar í timburiðnaði og hægt var að panta þau tilsniðin frá Noregi eftir vörulistum eða jafnvel sérhönnuð eftir óskum kaupenda. Sérstakt var þó að íslensku Schweitzer-húsin voru mörg útfærð í bárujárni og hefur sá stíl verið kallað bárujárns Schweitzer. Næpuna reisti Magnús Stephensen eftir hann hætti að vera landshöfðingi. Hann hafði áhuga á stjörnufræði og mun hafa hugsað sér svalirnar við turnin sem stjörnuathugunarstað. Mælt var að með þessum sérkennilega turni hafði hann ætlað að seiða fram svip kalífahatta í Austurlöndum og bregða þannig töfrabirtu á hrjóstrú Þingholti. Þessi hugsun náði samt ekki tilskyldum áhrifum því að turnin minnti Reykvíkinga miklu fremur á þann garðávöxt sem algengustur var í görðum og var húsið ávallt kallað Næpan. Franski sendiherrabústaðurinn var reistur af norðmanninum Ólaf Forberg landsímastjóra, enda má auk Schweitzer-stílsins sjá votta fyrir hinum þjóðlega norska drekastíl á húsinu. Og hér stofnun Sigurðar Nordals sem Jón Magnússon síðar forsætisráðherra reisti árið 1899. Á gatnamótum Þingholtsstrætis, Skálholtsstígs og Bjargarstígs eru einhver tilkomumestu timburhús í Reykjavík og öll húsin, Næpan, franski sendiherrabústaðurinn og stofnun Sigurðar Nordals eru í góðu ásigkomulagi. Og nú eins og við séum skyndilega komin inn í allt annað byggingasögutímabil. Það að segja svokallaða steinsteypuklassík sem einkenndi fín hús í Reykjavík á árunum 1915 til 1930. Og hér einhver fínasta villan af því tagi. Húsið Esjuberg sem hefur hýst aðalstöðvar Borgarbókasafns Reykjavíkur í næstum halva öld. Við skulum ganga upp þessi flottu trjágöng og skoða þetta íðilfagra hús. Húsið teiknað af Einari Erlendsinni húsameistara árið 1916 en hann teiknaði gríðarlega mörg hús í Reykjavík á fyrri hluta aldarinnar og mörg af þeim athyglisverðustu, svo sem Gamla bíó sem nú hýsir íslensku óperuna. Einar teiknaði þetta hús fyrir útlendan heildsala sem þá bjó í Reykjavík. Hann hét Oberhaupt og var dansk-þýskur gyðingur eftir því sem best vitað. Húsið átt að heita Villa Frida. Þó að húsið sé gríðarlega stórt var Oberhaupt einhleypur og að mörguleiti dularfullur maður. Að minnstakosti botnuðu Reykvíkingar ekkert í háttalagi hans því að hann gat til dæmis ekki átt húsgögn nema í stuttan tíma í einu. Þá seldi hann þau jafnan aftur. Áður en smíði þessa hús var lokið hvarf Oberhaupt skyndilega af landi brott og sást hér aldrei síðan. Húsið var þá selt Ólafi Jónsson, öðrum eigenda og Jónsson og Koper og skýrði hann það Esjuberg eftir fæðingarstað móður sinnar. Mörg skáld hafa orðið á leið okkar í þessari stuttu ferð og hér eitt skáldahúsið enn. Þorsteinn Erlingsson reisti þetta hús árið 1911 og bjó hér til dauðadags 28. september 1914. Skrifstofa hans var í hornherbergi við inngang þar sem nú eru svalir. Í ofvitanum segir Þorbergur Þórðarson frá því að hann leigði eitt af litlu norðurherbergjónum uppi. Eftir að Þorsteinn dó bjó ekkja hans frú Guðrún Erlings í húsinu til dauðadags og var heimili hennar samkomustaður skálda, listamanna og guðspekinga. Þar hittust Halldór Laxness og Ragnar í Smára, útgefandi hans, í fyrsta sinn.
Á þriðja áratug 20. aldar var Halldór Laxness tíður gestur í Þingholtsstræti 33 og kom þá gangandi yfir götuna í munkaköfli með snúru mittið. Þá var Halldór kaþólskur, búinn að vera í klaustri og farinn að vera með Ingu, dóttur Einars Arnórssonar hæstaréttardómara, einmitt hérna hinum megin við götuna. Við höfum nú lokið stuttri yfirferð Þingholtsstræti og tæft á nokkrum atriðum og sögu þessa gamla og merka strætis. Saga þess verður þó aldrei öll sögð, því að allt frá því að fyrsti torfbærinn reis hér fyrir 200 árum hafa þúsundir manna lifað í strætinu í gleði og sorg.